Komiði sæl, Gunndís Ýr heiti ég og er lektor við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Með mér er Dr. Ásthildur Björg Jónsdóttir, sjálfstætt starfandi fræðikona. Á myndinni hérna við hliðina á okkur er 117.000 ára gamalt spor sem fannst við Langeban Lagoon í Suður-Afríku. Og þetta er elsta fótspor sem fundist hefur eftir manneskju eða tvífætling. Það er eftir konu sem gjarnan er nefnd Walking Eve eða Göngu Eva. Og það er eitthvað alveg magnað að hugsa til hennar og hvernig hennar fótspor markar enn landið sem hún gekk um. Og að hugsa okkar fótspor í því samhengi, en við skiljum auðvitað öll eftir spor á einn eða annan hátt. Við ætlum að segja ykkur frá rannsókn okkar á möguleikum göngu sem menntandi athafnar og tengja það í dag sérstaklega við skrásetningar á því bæði hvernig fræði og listafólk hefur nýtt göngur í sínum störfum. Já, fræðifólk, rithöfundar og listafólk hefur sannarlega nýtt göngur, en Rebekka Solnit segir einmitt að göngur sé í eðli sínu þannig að þær þveri aðrar greinar og svið. Þannig að þegar þú rannsakar göngur, þá óhjákvæmilega snertir þú á náttúruvísindum, borgarskipulagi, arkitektúr, myndlist, tónlist, dansi, bókmenntum, vegagerð, stjórnmálum, veðurfræði eða landfræði. Við höfum litið til heimspekingana sem byrjuðu að fjalla göngur á borð við Rousseau, Kierkegaard og Thoreau, en þeir fjölluðu mikið göngur út frá einveru eða einsemd og jafnvel mikilvægi þess að ganga einn. En það gerðu þeir jafnframt út frá sinni stöðu sem var þannig að þeir gátu gengið einir og óháðir öðrum, svo dögum skipti. Og hvað varðar skrif göngur, þá eru þau öllu jöfnu persónuleg skrif frekar en fræðileg. Þau byggja á upplifum og athöfnum sem göngur hafa og til að mynda skrifa Rousseau að hann gæti eingöngu hugleitt á göngu. Hann sagði að þegar hann stoppaði þá hætti hann að hugsa, að hugur hans ynni eingöngu í samvinnu við fæturnar. Göngur er einnig óhjákvæmilegt að tala án þess að tengja við viðspyrnu, mótmæli og fólksflutninga. Fólk gengur saman til þess að mótmæla, það sjáum við í dag. Fólk gengur ótrúlega vegurlengdir og ber fjölskylduna sína, börn og jafnvel aldraða til þess að leita að betra lífi og það sjáum við mjög skýrt í dag. Fólk í vestrænum heimi að minnstakosti er farið að ganga til þess að hægja á hröðum lífstíl og kannski er rót margra þeirra vanda sem við erum stödd í. Í dag eins og oft áður getum við notað göngur einmitt sem viðspyrnu við einhverju og ég held að það sé einmitt tengt því sem Frederick Groy segir hraða. Að ganga er leið til þess að fara hægar í heimi þar sem allt hefur svo lengi miðast að því að fara hraðar. En á sama tíma er á göngunni alltaf hreyfingu og það er alltaf eitthvað nýtt. Í listasögunni er ótal dæmi verk sem segja frá göngum og sýna okkur göngur. Í myndlist eru breytingar þannig að listamenn fóru að ganga og nota göngu sem miðil með dadaistum, en þeir fóru í fyrstu gönguna sem mætti skilgreina sem listaverk í París 14. apríl 1921. Í kjölfarið tóku situationister við keflinu og fóru að skoða borgarlandslag og pólitíska ákvarðanatöku, neysluhyggju og hraða eftirstríðsáranna og þróuðu aðferð sem nefnist psychogeography sem aðferð til þess að flakka borgir. Ótal dæmi eru til síðustu 5-6 áratugi myndlistaverk sem hafa skýr tengsl við göngu. Þau verða til á göngu og eru skrásett og sett fram sem listaverk. Eða þau lýsa göngu, þau eru búin til úr efnisheimi leiðar, þau verða til með áhorfanda eða áhorfendum sem er boðin þáttaka í göngu eða þau leiða áhorfandann í göngu. Og dæmi slík verk er eftir Richard Long, Jeanette Cardiff og Miller, Francis Alise, Hamish Fulton, Marino Abramovic og Ulay, Todd Shalom, Stanley Brown og ótal fleiri.
Það sem við reynum að líta til og nýta okkur í vinnunni eru aðferðir þessa fólks, hvernig þeirra göngur ýta undir annars konar skynjun og hreyfingu og hvernig þær hafa möguleika á að hafa áhrif á okkar þekkingu og hafa annan tilgang en bara að ganga frá A til B. Til að halda utan rannsóknir okkar nýttum við okkur þetta tæki sem kallað Relational Learning Tool og hannað af John Woods frá Goldsmith Háskóla. Það byggt upp úr 4 punktum sem allir tengdir saman og það fyrsta lagi kennarinn sem að hanna námskeið eða kennslu og í okkar tilfelli erum við náttúrulega kennarar, listamenn, sýningarstjórar, áhugamenn göngur og svona margt fleira. Síðan það aðferðirnar sem notaðar eru hverju sinni og í okkar tilfelli höfum við mikinn áhuga að velta fyrir okkur athöfnina ganga í fjölbreyttu formi. Þá sérstaklega höfum við áhuga á að skoða athöfnina ganga í ljósi þátttökukennslufræði eða participatory pedagogy. Og við lögðum áherslu á tilraunir og fjölbreytt tjáningarform og hvers konar nálgun væri hægt að setja fram sem að myndi hlúa af einstöku viðfangsefnum þvert á námsgreinar. Og það nefnilega það fyrirbæri sem svo áhugavert að velja eitt konsept sem að skoðað út frá hinum ólíku námsgreinum sem kenndar í hverjum skóla og við höfum báðar mikinn áhuga á sjálfbærni og hvernig við getum stuðlað því í okkar kennslu að fólk verði svolítið meðvitaðra áhrif þeirra og annarra manneskja á jörðina og hvað við getum gert til að breyta gildismati fólks með áherslu á hið góða líf sem byggir kannski á einhverjum innri gildum frekar en veraldlegum gildum. 4. punkturinn svo nemandinn sem verið að hanna námsumhverfi eða námsaðstæður fyrir. Okkur fannst sérstaklega áhugavert að skoða þetta gagnvirka samband á milli valinna punkta og þá sérstaklega milli punktar B og C að velta fyrir okkur hvaða aðferðir henta best til að ná fram konseptinu sem við erum að vinna með hverju sinni. Og við skoðum til dæmis tilraunir sem byggja á göngulistaverkum og veltum fyrir okkur hvernig slíkar tilraunir gætu eflt tengsl manna og náttúrulegra fyrirbæra með því að endurskoða það sem felst í hinu góða lífi. Já, það áhugavert að skoða verk eftir Francis Alise í þessu samhengi og hér sjáum við mynd af verki sem nefnist When Faith Moves Mountains og frá árinu 2002. Alise vinnur gjarnan með því að blanda saman svona ljóðrænu en á sama tíma þungum pólitískum málefnum eða aðstæðum. Þetta verk á mjög stórum skala sem átti sér stað rétt fyrir utan Lima í Perú og það voru 500 sjálfboðaliðar, námsmenn sem klæddust allir svipuðum fötum og eru með skóflu, voru beðnir að ganga upp á sandhæð í einni línu. Ætlunin var að færa sandhæðina 10 cm. En eftir á var kannski ekki mikið eða mikla breytingu að sjá en samt sem áður mætti segja að fjallið eða hæðin hafi færst til eða allavega breyst mjög mikið. En það hægt að lesa þetta verk á ótal vegu og það getur kannski sagt einhverjum að við sem hópur eða í krafti fjöldans getum haft áhrif og við getum flutt fjöll. En verkið getur líka að tala vinnuaðstæður margra í heiminum til að mynda sem vinna við námur eða af nauðsyn þurfa að taka þátt í eyðileggingu á umhverfi og verkið fjalla líka eitthvað sem að gerast í Suður-Ameríku og að hafa áhrif á borgirnar þegar fólk flytur í borgirnar og hvernig ásjóna landsins í kringum þær breytist
og líka bara hvernig vinnumarkaðurinn, hvernig það hefur mikil áhrif á vinnumarkaðinn. Það sama má segja að gera tilraunir með fjölbreytt sjónarhorn og velta fyrir sér tímanum og náttúrunni, upplifunum og samkennd, samruna hins smáa og hins stóra. Og í því samhengi mjög áhugavert að skoða verkið High Water Line sem gert var árið 2007 af Eve Mosher. En hún gekk 70 mílur Brooklyn og New York, Manhattan, með þennan kassa sem að lét út úr sér kalklínu á þeim svæðum borgina sem að verða undir vatni þegar yfirborð sjávar hefur hækkað 10 fet eins og búist við. En aðal listaverki fólst í samtalinu sem hún átti við ólíka borgarbúa stöðuna í heiminum og hvað við getum gert til að breyta þessari neikvæðu þróun. Og hún sagði að aðal listaverkið fælist í rauninni í samtalinu og hinu fjölbreyttu sjónarhornum borgarbúa. Það líka áhugavert að velta fyrir sér tilraunir sem byggja á fagurfræðilegum upplifunum og velta þá fyrir sér hvar eru griðastaðir á náttúrunni, hvert gildi okkur og gildismat tengt náttúrulegum fyrirbærum. Já, og hér áhugavert að skoða verkið Her Long Black Hair eftir Jeanette Cardiff. Verk eftir Cardiff eru oftast í formi hljóðgöngu, þannig að þér boðið í göngu og fær hljóð eða myndbandsleiðsögn og stundum fá áhorfendur líka ljósmyndir eða annað efni til að taka með sér. Hún vinnur bæði í borgum og bæjum og svo líka fyrir utan borgina og virðist einhvern veginn ekki endilega vilja aðgreina þarna á milli. Hún vinnur með skynjun í göngum og spila líka með tíma eða nútíð og fortíð eða núið og fortíð. Þannig að hún stundum að tala breytingar sem hafa átt sér stað eins og við sjáum hérna á myndinni að þá einhver sem heldur á ljósmynd af konu þarna sem sendur á sama stað og við sjáum og áhorfandinn hefur líklegast tekið þessa mynd. Og þarna verið að minna á að eitthvað var á þessum stað áður, eitthvað átti sér stað, hvort sem var stór viðburður eða hversdagslegur. Eins notar hún gjarnan hljóð, eins og til dæmis þegar tré hreyfast í vindi eða heyrist í einhverjum ganga. Hún vinnur með tónlistafólki og leikurum sem stundum eru til staðar þar sem verkin eiga sér stað og ýta undir upplifun áhorfandans. Hún blandar saman ýmsum lögum af því sem í umhverfinu og það kannski það sem svona sterkast í verkunum, hvernig áhorfandinn getur upplifað þetta marglaga umhverfi á nýjan og einhvern veginn svona áhrifaríkan hátt. Og mig langar að nefna það að þessar göngur sem við erum búin að tala núna og kannski áhugavert við mörg verk sem eru í formi göngu að þær eru ekki í eigu safna eða safnara, ekki endilega og þær eru í sameign þeirra sem hafa gengið þær. Þær hafa áhrif á skynjun okkar með því að reiða sig á ímyndunaraflið og þá hafa þau áhrif á það hvernig við sjáum landslagið í kringum okkur og þau og við getum fáum tækifæri til að endurlesa umhverfið í kringum okkur. Þær virðast virkja skynjun sem við tökum oft sem sjálfsagðri eins og lykt, hljóð, bragð, hita og snertingu og þær vinna með líkamlega reynslu af rými og umhverfi og hafa áhrif á það hvernig við tengjumst. Hér sjáum við 12 stillur úr myndbandi sem við unnum með ungum aðgerðasinnum sem að öllu jafna á föstudögum á Austurvelli að mótmæla stöðu loftslagsmála heimsvísu og þau krefjast aðgerða strax. Þetta voru frábærir krakkar sem að láta til sín taka
og sýndu mikið frumkvæði. Við fengum til liðs við okkur marga fagmenn sem unnum með krökkunum á ýmsa vegu eftir að við höfum unnið mikla hugmyndavinnu með þeim. En þetta eru frábæri krakkar og framtíðin er björt þegar æska landsins veit hvað hún vill. Hvað viljum við? Við viljum aðgerðir. Hvað viljum við? Við viljum aðgerðir. Hvenær? Núna. Hvenær? Núna. Hvenær? 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 Núna, núna, núna. Hvað viljum við? Við viljum aðgerðir. Hvað viljum við? Við viljum aðgerðir. Hvenær? Núna. Hvenær? Núna. Hvenær? 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 Núna, núna, núna. Við hvetjum ykkur til að fara inn á heimasíðu Lán til að horfa á allt myndbandið. Kærar þakkir fyrir áheyrnina.